ótrúlegur frelsari. Það var maður sem ég hitti á Förnuvegi. Nei, það var ekki á Förnuvegi, það var hérna í hliðarsalnum fyrir nokkrum vikum síðan. Og hann sagði við mig, Guð Gamla testamentisins, hann tala bara að drepa og drepa og drepa. En Guð Nýja testamentisins, það minn Guð. Þetta góðu maður sem bara á smá villigötum í augnablikinu, vonandi skilur þetta betur síðar. En í Biblíunni ekki hægt að komast hjá því að komast að raunum að Guð Gamla testamentisins líka Guð Nýja testamentisins. Jesús Kristur í báðum testamentunum. Aðal söguhetja allrar Biblíunar Jesús Kristur. Og hann undursamlegur frelsari. Jafnframt ótrúlegur sem slíkur. Vegna þess að hann kallar á syndara eins og mig eða þig að bera vitni hann sem undursamlegan frelsara. Og ég ætla að útskýra þetta nánar fyrir ykkur út frá blöðu ritningarinnar í dag. Það var sjálfur Jesús sem segir í 16. kafla Jóhannes Guðspjalls, það reynda 3. kaflanu fyrirgefiði, þar segir hann, því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetu til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Að það hugsað sér betri skilyrði? Við eigum ekki skilið eilíft líf, en hann ætlar að gefa okkur það samt sem áður. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Þetta undirstaðan að hugleiðingu okkar í dag. Guð ekkert að dæma heiminn. Jú, það kemur til að lokum, af því að menn svo margir hafa hafnað honum. En hann gaf sinn eigin son í dauðan til þess að við mættum lifa að eilífi. Þetta að hugsa sér betri skilyrði? Að við sem eru sek, syndarar, það einhvern sem borgar syndasektina fyrir okkur. Og við fáum að heyra á efsta degi, vel gjört, gjörðu svo vel og gakk inn til fagnaði herra þíns, hið efra. En svo það Páll postuli, merkilegu náungi, því að hann segir til dæmis í 2. Korinthubréfi í 11. kafla, að þér vildu umbera dálitla fávisku hjá mér. Þarna sé ég vinn minn sem að sagði þessi orð fyrir nokkru viku síðan að Guð Gamla testamentisins væri bara í því að drepa og drepa. Og Páll heldur áfram að segja, jú, vissulega umberi þér mig. Og ég bið ykkur að umbera mig. Því að ég syndur, ekkert síður en aðrir. Og ég hérna í ræðustóli helguðum sannleika Guðs almáttugs. Og ég dirfist ekki að búa neitt annað en það sem satt og rétt. En Guð kallar syndara, oft stóra syndara, ef hægt að tala stærri eða meiri syndara en aðra, til þess að boða fagnar erindið Jesú Krist. Og þarna Páll postuli, hann að skýrskota til þeirra sem lesa bréfinas að þið vildu umbera dálitla fávisku hjá mér. Og hann var engin fáviti, en hann kallaði sumt af því sem hann sagði og gerði fávisku. En við skulum halda áfram. Hann skrifar í Galatabréfinu í 1. kafla að Páll postuli, það hann sjálfur, ekki sendur af mönnum. Þetta mikilvægt. Ekki sendur af mönnum, né að tilhlutan manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður. Guðdómurinn í því að bjarga okkur, ef við viljum láta bjarga okkur. Og hann biður biðlund við sig, vegna þess að Páll, hann upplifði
ýmislegt á sínu æviskeiði. Hann var farísei og hann var strángtrúaður farísei. Einn af þeim sem hótaði að láta drepa fólk ef þau trúðu ekki eins og hann. Og Guð þurfti aldeilis að taka í hann á leiðinni þegar hann var á leiðinni til Damaskusforðum í Sýrlandi til þess að handtaka kristið fólk sem að vissi að var þarna og leiða það fyrir dóm og sumir yrðu teknir að lífi. Þetta var Páll í eina tíð. Og nú hann farin að boða eitthvað annað þegar hann segir og biður að menn hafi biðlund við hann. En hann kallaður af Guði almáttugum og Jesú Kristi, segir hann. Eitthvað hefur gerst í lífi hans. Við skoðum það nánar. Í 3. kaflinn í Galatabréfinu, þá segir hann enn fremur, þér sjáu þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Reikningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Takkið eftir þessu. Það ekki bara þessir kristnu, það ekki bara þessir strángtrúuðu, heldur líka heiðingjarnir. Alveg sérstakur boðskapur fyrir heiðingjana út allan heim. Og við sjáum á eftir hversu margir hugsanlega eru eða verða að lokum sem frelsast. Ég að tala heiðingja sem láta frelsast. Svo að Abraham, fyrir hann var fyrirfram þetta fagnaða boðskap boða að af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Nú sjáum við hversu marga Guð ætlar að frelsa ef við látum frelsast. Þeir verða margir. Þeir sem byggja á trúnni fá blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Hugsið ykkur. Abraham fyrirmynd allra trúaðra. Guð kallaði hann til að vera forfaðir allra þeirra sem játa kristna trú. Og svo okkur sagt hér að margir munu fá blessun af því að þeir eru kallaðir synir Abrahams, ekkert síður en gyðingarnir. Því að hér hann að tala að Guð muni réttlæta heiðingjana fyrir trú alveg eins og hinna. Svo höldum við bara áfram. Það alveg stórkostlegt að rekja þannig svona ákveði efni hverju sinni út frá reikningunum hvað Guð að segja okkur. Og ég skora á okkur að gera það. Ég hef á síðari árum til dæmis uppkvæðað að þegar ég lesti kvildar og höfuðið lest á kottan, ég að búa mig undir það að sofa, að þá fer ég að hugsa ýmis fyrirheit Biblíunnar og sofna út frá því. Og þessi prédikun í dag ein afleiðing af slíkri hugsun á kottanum. Þá fann maður svo margar opinberanir sem að Guð ætla þér að skilja og tilenga þér. Þið ættu að pröfa þetta þegar þið sofnið framvegis. Dveljiði á fyrirheitum Drottins og yfirlýsingum hans í orðinu. Það frelsandi fyrir hvern og einn. Svo skrifar Páll meira, þér sjáu þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Og þeir þurfa ekki að vera synir Abrahams eða afkomendur hans, hvað holdisnestur að vera gyðingar. Heiðingjarnir geta líka verið kallaðir synir Guðs. Hvers vegna? Það fyrir trú. En þá þarf að boða þeim þennan boðskap að allir eiga frelsun og eilíft líf. Þeim stendur til boða eilíft líf ef við bara viljum hlusta og meðtaka. Og þá skiptir engu máli þó að þú sett heiðingi eða af einhverju öðru bergibrotin. Eilíft líf stendur þér til boða. Svo förum við yfir í Lúkasar guðspjall í 4. kafla fyrirgefiði og þar það Jesús sem segir
að það sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrenni. Hann kenndi í samkvæmduhúsi þeirra. Takið eftir því. Hann reyndi að fara inn í kirkjurnar, sem voru kallaða samkvæmduhús í gamla daga, og þar boðaði hann. En hann var ekki alltaf velkominn, en þarna var hann velkominn að minnstakosti til að byrja með, og takið nú eftir. Og þeir lofuðu hann allir. Hann kom til Nasaret, þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna, það er kirkjan. Og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók, Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og hann fann staðinn þar sem ritað er: Andi Drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja fátæk og gleðilega boðskap, boða heiðingum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngera náðar ár Drottins. Þetta er fyrir alla. Af hverju er ég að leggja áherslu á þetta í dag? Vegna þess að, og ég hef getið þess áður, að það var kona sem ég met mikils, og þessi kona hafði samband við mig og sagði hjarta mitt er brostið, og ég spurði af hverju? Af því að þið hafið leyft dæmdum manni að stíga í ræðustól ykkar. Og mér var þá að segja, mikið er ég fegin að það er Jesús Kristus sem er dómarinn okkar en ekki þú. Ég sagði þetta eins mildilega ég gat, og hún var svo reið. Hún hefur ekki talað við mig síðan. Trúið mann ekki. Eina af þessu rótgrónu í trúnni. Eins og Páll postuli var. En Jesús meðhöndlaði Pál postula á vissan hátt. Hann mætti honum á leiðinni til Damaskus, blindaði hann, svo hann var blindur í 3 daga á eftir, og þannig fekk Drottinn tækifæri til þess að aga hann svolítið til og leiðrétta vittleysuna í honum. Að það eru fleiri en bara gyðingar sem frelsast. Það eru líka heiðingjarnir sem taka trú og eru þá kallaði synir Abrahams líka, eins og gyðingar. En ég á eftir að koma hér að öðru efni, rétt á þetta sem að sambandi við myndina sem ég sá hér upp á skjánum áðan. En áður en að því kemur þá lesum við meira, þar sem að Páll postuli segir í Galatabréfinu, 3. kafla: Þér sjáu þá að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Ritningi sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú, og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðarboðskap. Sjáu, þetta er gleðiboðskapur. Að þér skulu alla þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni blessun ásamt hinum trúaða Abraham. Við skulum skoða hérna nánar það sem að Jesús er á ferðinni, og það er Lúkas í 4. kaflanum bara aftar en áðan. En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir á honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundu þeirra og lofuðu hann allir. Takið eftir þessu. Hann kom til Nasaret, ég er að endurtaka hér, þar sem hann var valinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduhúsið og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns, hann lauk upp bókinni og fann stað þar sem ritað er: Andi Drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja fátæk og gleðilega boðskap, og fleirum með ekki, boða bandingum. Þetta eru dæmdir menn sem eiga líka möguleika á
að frelsast fyrir fagnaðarerindi. Og þannig kunngjörum við, ef við leyfum öllum að komast að, þá kunngjörum við náðar ár Drottins. Nú höldum við áfram og hann tók til að tala til þeirra og segir, í dag rætist þessi ritningi á henn niðar, og allir lofuðu hann. Takið eftir þessu. Þeir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem framgengu af munni hans. En satt segja yður að margar voru ekkjur í Ísrael á dögum Elía, takið nú eftir, þegar himinin var luktur í 3 ár lokaður og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu, og þó var Elía til engra þeirra sendur, heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídonlandi. Af öllu þessu rétt trúuðu var Elía ekki sendur til að færa þeim þennan boðskap, heldur til ekki sem var heiðingi í Sídonlandi. Þeir sem þar voru ekki gyðingar. Og af hverju svona boðskapi fluttur? Við sjáum þetta. Og hann heldur áfram og segir, og margir voru líkþráir í Ísrael og dögum Elía, spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman Sýrlendingur, annar heiðingi. Allir í samkvæmduhúsinu fylltust reiði. Gegn hverjum? Jesú Kristi, skaparanum sjálfum, Guði almáttugum. Þeir reiðast jafnvel Guði, frelsaranum. Þess sem ég að boða í dag sem ótrúlegu frelsari. Og þeir spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra reist á, til þess að hrinda honum þar ofan þegar ætlaði að taka hann að lífi. En hann gekk í gegnum mannfröngina og hvarf. Hvað var að gerast þarna? Þeir undruðust, þeir hrifust af boðskapnum. Vá! Þetta maður Guðs að þeirra áliti. En svo allt í einu við það eina að segja að aðrir nutu líka góðs af náð Drottins. Aðrir sem eru heiðingjar. Þá trylltust þeir. Þetta gerir stundum þegar fólk svona róttækt trúað. Svo róttækt að þeir útiloka aðra. Og okkur þó sagt að boða öllu fagnaðarerindi. Þá komið að sögunni sem þið heyrðu hér áðan, það sem að Jónína, tengdadóttir mín, heldur utan þessa konu sem var heltekin af eiturlyfjum í áratugi, en frelsaðist, jafnvel innan veggja fangelsisins þar sem hún tók út marga dóma og enn að taka út dómana vegna brota, lögbrota, og var margdæmd sek. Þessa konu frelsaði Drottinn. Og Jónína, tengdadóttir mín, náinn vinur hennar. Af hverju ég að segja frá þessari konu í sambandi við þetta? Vegna hinnar konunar sem brást þannig við mig þegar ég sagði að ég svo þakkláttur að Jesús dómarinn en ekki þú. Þessi játaði syndi sínar. Hún vissi hún þurfti á að halda náð Guðs og fyrirgefningu fyrir syndi sínar. Og hún þráði ekkert meira en að geta sagt frá því sem Drottinn hefði gert í lífi hennar. Og hún fékk tækifæri hjá syni mínu sem var presturinn til að stíga í ræðustólinn og segja frá. Að gera nákvæmlega það sama og trúbróður minn þegar ég í þessa pontu sem ég stendi núna til að segja frá hvernig Guð hafi frelsað hann og leitt hann til frelsis fyrir Jesú Krist.
mætti Guð hjálpa okkur til þess að vera kærleiksrík í vitnisburðum okkar. Það sem að líf okkar einkennist af kærleik og umburðarlyndi og ekki hrokast upp af því að vera frelsuð og það á kostnað annara sem að við erum ekki fús að komast að. Jafnvel í pontu, í ræðustól, kirkju, til að vitna hvernig Guð hefur frelsað. Og þessi kona þarna, þegar að hún hafði lokið vitnisburði sínum, þarna voru nokkur 100 manns viðstaddir í kirkjunni þegar ég heyrði þennan vitnisburð og þeir klappuðu og sumir hrópuðu af gleði. Já, þarna var manneskja sem var frelsuð og fekk að njóta þess frelsis að vitna þessa reynslu sína með Guði almáttugum, beint frá ræðustóli. Og til þess eru ræðustólarnir, þess að við viðfræjum dáðir drottins Jesú Krists. Hann er alveg ótrúlegu frelsari, því að hann fer alla leið í að bjarga okkur ef við bara látum bjargast. Svo segir áfram þarna og nú er það í Lúkasarguðspjalli, 8. kafla, að maður sem illu andarnir höfðu farið út af, bað hann að mega vera með honum. En Jesús lét hann fara og melti, far aftur heim til þín og segð þú frá hvað mikið Guð hefur gert fyrir þig. Hann fór og kunngerði alla borgina hvað mikið Jesús hafi gert fyrir hann. Og það var mikil vakning. Sjáum við hvernig Guð notar mismunandi ræðustóla. Sumir fá bókstaflegt ræðupúlt til þess að tala frá. En jafnvel Jesús sem stéð í pontu hafa rakin í burt. Og ég sem mælti við konuna sem ég vitnaði í hérna fyrst og minnt hana á að það er dómur Jesús sem skiptir máli en ekki hvernig við dæmum. Hún var svo ósátt við mig að ég nota þetta púlt til þess að vitna eða lefa öðrum að vitna það sem Guð hefur gert í lífið þeirra. En þessi maður þarna sem var frelsaður undan valdi illra anda, hann gerði þess að Guð bað, hann þráði að vera með honum, en hann fékk ekki vera með honum. Af því að Jesús sá að þarna var maður sem gat vitnað og þorði að segja frá og senda bara aftur heim til að vitna á meðal hverra heiðingjanna. Munum við lásum hérna í byrjun að við erum kallaðir afkomendur Abrahams, jafnvel þó við séum heiðingjar og í augum gyðinga, strangtrúara, eru við Íslendingar heiðingjar. Af því við trúum ekki eins og þessi strangtrúðu. Og Jesús átti höggi við þessa róttæku strangtrúðu að hvaða þjóðerni sem var, eður ekki sætti sig við það sem hann boðaði. Og sjá, var hérna aðeins lengra. Og minni hérna á, þetta fer alltaf fram og aftur hérna. Sjá. Ok. Svo er það konan sem var dæmd til dauða fyrir hórdóm. Hún var frelsuð af Jesú Kristi og fekk síðan fyrst allra í jarðheiminum, á jörðinni, að boða uppreisinn frelsarann. Það voru ekki kallmenn kallaði til þar, ekki til að vera fyrstir að boða Jesú Krist uppreisinn, heldur kona. Hvernig kona? Hún var dæmd. Og ég var gagnrýndur svo heftalega af trúsystem minni forðum af því að ég hafði left dæmdum manni að stíga hér í pontu. Og hérna sjáum við að þessi kona, hún hafði verið dæmd til dauða. Það átti að grýta hana.
En Jesus afgreiddi það með því að segja viðkomandi, sá ykkar sem syndlaus, kasti fyrsta steinunum. Þá viðurkenndu allir með þeim sjálfum, að þeir voru sekir frammi fyrir Jesú Kristi. Og hann fól þessari konu, hugsið ykkur, fordæmi sem að gefur okkur, konu sem var dæmd fyrir að dríja hór, að segja frá því að Jesús Kristi er upprisinn. Hvílíkur boðskapur. Og það kom fram af vörum konu sem var fordæmd. Það átti að taka hann af lífi þennan dag. En Jesús frelsarinn bjargaði henni. Og Páll postuli fór víða lönd, prédikaði í samkunduhúsum gyðinga þegar hann fékk að gera það. En svo stofnaði hann marga söfnuði sjálfur og prédikaði þá þaðan. En hann var hundeltur út allar jarðir af gyðingum, af strangtrúuðum. Því þær ætluðu sér að þagna lífi. Að lokum þurfti Páll að skjóta málið sínu til keisarans í Róm. Þá gátu gyðingarnir ekki snert hann í 2 ár. Því að þeim árum loknum lét keisarinn taka hann að lífi. Ég ætla að lesa hérna í Mattheusarguðspjalli í 12. kaflanum. Þar segir, hver sem er ekki með mér, það er Jesús sem er að tala, er á móti mér. Og þá skiptir ekki máli hvort þú gyðingur eða heiðingi, að hver sem er með mér. Hann segir ég byrja aftur hérna, hver sem er ekki með mér, hann er á móti mér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin. En guðlöst gegn andanum, það er að segja heilagum anda, verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinnunum, það verður fyrirgefið. En þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið. Hvorki í þessum heimi né komandi. Í Åpenbarunarbókinni, þetta er síðasta bók Biblíunnar og þetta er síðasti kaflinn í Biblíunni, þar finnum við vers nr. 17. Þar segir, og andinn, það er heilagur andi, og brúðurinn, það er söfnuðurinn, segja, kom þú, og sá sem heyrir, segi, kom þú. Og sá sem fyrstur er, hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeipis lífsins vatn. Þetta stendur öllum til boða. En hvaða leyfi höfum við til að útiloka suma að fá að vitna þegar Guð hefur frelsað þá og gefið þeim tækifæri á að vitna frá ræðustóli til dæmis eða hvar sem er. Og svo segir í Åpenbarunarbókinni í 7. kafla, eftir þetta sá ég og sjá mikill múr sem enginn gat tölu á komið af allskis fólki og kynnkvíslu og líðum og tungum. Sjáu hvaðan kemur allt þetta fólk? Þetta er á meðal þjóðana, heiðingarnir sem láta snúast til trúar á Jesú Krist, undursamlegan, ótrúanlegan frelsara. Þeir standa þarna frammi fyrir lambinu á efsta degi, skrýddir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum og þeir hrópa hárri röddu, hjálpræði heyri til Guði vorum sem í hásætinni situr og lambinu. Það er Guð Faðirinn, það er Guð Sonurinn og það er Guð heilagur andi. Og að lokum í Jóel, þar segir í 3. kaflanum, að síðar meir mun ég úthella anda mínu. Við vorum að lesa á það hvað það er mikilvægt að láta stjórnast af heilagum anda, taka mark á því sem heilagur andi boðar okkur. Það er að fyrirgefa allt gegn syninum, segir Jesús sjálfur. En ef þið brjóti gegn heilagum anda, ansið honum ekki, takið ekki mark á honum, þá erum við glataða manneskjur. Það er syndin.
sem ekki verið fyrirgefin, af því að það er ekki hægt að fyrirgefa það sem ekki hefur verið játað eða iðrast af. Það er heilagur andi sem kveikir þessa iðrun í hjörtum okkar, sem þýðir að við erum hrygg yfir því að Jesús þurfti að deyja til þess að og blóði hans úthelt fyrir okkur til þess að frelsast. Þegar að við tökum mark á því sem heilagur andi kemur að í hugum okkar, þá erum við frelsaða manneskjur. Og áfram í Jóel, þá segir, og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykjastóka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og ógulegi dagur Drottins kemur, og hver sem ákalla nafn Drottins frelsast. Allan heim verður fólk sem lætur frelsast á hvaða umhverfi sem þau koma út úr annars. Ef við meðtaka boðskapin frelsaran okkar Jesú Krist og kærleiksríkan Guð, þá erum við hólpna manneskjur. Jesús Kristur á krossinum, undursamlegu frelsari, og allt áform himinsins okkur til bjargar, til frelsuna frá syndum okkar. Það er aðeins Kristur sem getur komið þessu til leiðar og hefur þegar borgað syndasektina þegar blóði hans var úthelt á Golgata krossi. Svo kemur heilagur andi líka til sögunar að ýta á þessa sannfæringu í hugum okkar og láta frelsast. Við skulum láta frelsast því að við eigum stefnumót við undursamlega frelsara innan skamms.